þá erum við komin til Steinbach sem mjög dýrt nafn en við erum í Kanada á kristilegri ráðstefnu hérna í kirkjunni Southland og við komum í fyrradag. Þetta tók okkur alls 16 tíma þetta ferðalag frá því að við lögðum af stað að heiman og vorum komin upp í rúm hingað. Það var mjög nottalegt eftir 16 tíma ferðalag. Við erum alla helgina búin að vera á námskeiðum hérna í kirkjunni. Fyrst byrjuðum við á sett frí námskeiði sem var mjög gott. Það var svona einblíðin á okkur sjálf, vinnum í hópum og bara, já, fyrir svona innri lækningu. Við erum líka búin að fá kynningu á bænanámskeiði, að heyra í Guði. Óli Prestur er einmitt búin að vera að halda í kirkjunni okkar. Og nú hlakka ég mjög mikið til að fá að fara á þetta námskeið. Við erum búin að fá kynningu á því hvernig þessi kirkja stofnaðist og hvernig svona Guð plantaði þeirri kallinn að þessi kirkja ætti að þjónusta til annarra kirkna sem að myndi svo, já, nýta þessa þjónustu til þess að styrkjast og vera sterkari kirkja. Já, við erum búin að læra bara ótrúlega mikið en við erum líka búin að kenna fólkinu hér ýmislegt og þið fáum kannski að sjá smá brot af því. Drakten, min, Hirðir. and all together? Drakten and min Fix it. Okay. Now you can say it alone. Drakten Drottinn minn Hirðir. Oh boy, heiðir. Eyjafjallajökull. Eilar. Já. You're good. Ekki gera grín af mér. Já. Ekki gera grín af mér? Já. Hvað þýðir ekki gera mér að grín? Ekki gera meira. Já. Ekki gera meira. Ekki gera grín af mér. No. Þetta er Southland kirkjan og við ætlum að sýna ykkur aðeins inn í hana. Hún er mjög stór. Hér sjáum við kaffisal. En hér sjáum við auka kaffisal. Ef þið voruð að spá í hvað barnastarfið er haldið, þá hefðu átt að spyrja hvar eru barnastörfin haldin. Því að hérna er barnastarf fyrir 2 ára krakkana. Hér sjáum við barnastarf fyrir 3 ára krakkana. Hér var svo barnastarf líka sem að nú er búið að breyta í svona móttökusal. Hérna er svo kapellan, en þetta var líka notað fyrir barnastarf. Svo hérna á vinstri hönd má sjá barnastarf fyrir 4 ára krakkana. Hérna er salurinn sem við borðum oft í og hér var líka barnastarf og breyta þessu í aðstöðu fyrir krakkana. Hérna er bæklingaborðið. Hérna erum við svo með foreldraherbergi þar sem fólk getur horft á samkomuna með börnunum sínum hérna inni. Það eru haldnar 4 samkomur yfir helgina í þessum sal fyrir kirkjuna alla jafna af því það komast ekki allir inn í kirkjuna á sama tíma. Þannig að það getur rétt ímyndað ykkur hvað þetta er stór kirkja. Stólarnir eru þess að raðið svona að því við vorum með Prayer Summit og þá voru hópanir sátu svona saman í litlum hollum hér og þar.
sem er opið alla daga vikunar, alveg frá eldsnemma morgnana þá til seint á kvöldin. Skrifstofa kirkjunnar. Og svo er hérna kaffeterían sem það er í rauninni opið kaffihúsinu alla daga. Fólk getur komið bara, ég ætla að fá mér að borða í kirkjunni og borgar eitthvað smá fyrir það. Nú erum við komin hringinn, þannig að þið sjáum hvernig þessi kirkja er byggð upp. Nú er það bara aftur út og gera eitthvað skemmtilegt.